7. september hættir hann sem utanríkisráðherra og lætur svo af embætti formanns á landsfundi flokksins sem haldinn verður í október. Einungis Ólafur Thors hefur gegnt formannsembættinu lengur en Davíð og enginn hafði setið lengur í forsætisráðuneytinu en hann þegar hann lét Halldóri Ásgrímssyni þann stól eftir fyrir ári. Hann var borgarstjóri 9 ár og þar áður óbreyttur borgarfulltrúi og það má segja að með þessu ljúki ákveðnu kafla í íslenskri stjórnmálasögu þar sem að Davíð hefur verið einstaklega áberandi hátt í 3 áratugi. Við buðum Davíð Oddsson að koma til okkar að þessu tilefni en hann neitaði því góða boði. Hér hjá okkur og eftir verður aftur á móti verðandi utanríkisráðherra og sá sem flestir telja næsta formann Sjálfstæðisflokksins. Já, þetta er að sjálfsögðu Geir H. Haarde ef einhver hefur ekki áttað sig á því en síðan koma til okkar formenn tveggja stjórnarandstöðuflokka Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður Samfylkingarinnar og Steingrímur J. Sigfússon formaður Vinstri grænna. Og svo er það spurning dagsins en hún ertu sátt eða sáttur við þá ákvörðun Davíðs Oddssonar að hætta í stjórnmálum? Sendið Ísli Dagbil já eða Ísli Dagbil nei á símanúmerið 1909 til að taka þátt. En við ætlum að byrja með Hannesi Hólmsteini Gizurarsyni, prófessor í stjórnmálafræði sem iðulega hefur verið talinn innsti koppur í búri Sjálfstæðisflokksins. Já, hann situr hérna hjá okkur, Hannes Hólmsteinn. Fyrsta spurningin hlýtur að vera kom þessi ákvörðun þér á óvart? Bæði og. Ég fann að það var að veltast í Davíð hvort hann ætti að hætta. Því eins og þið bentuð á þá var hann búinn að vera mjög lengi forsætisráðherra og áður borgarstjóri. Þannig að þegar hann sagði mig frá þessu þá sagði ég, já það verður mikil eftirsjá í þér og helst þið vilja vera áfram en það er í rauninni ekki hægt að áfellast þig fyrir að vilja taka þér hvíld og fara í eitthvað annað og skipta um. En hvað ræður þessu? Ég menn hafa verið að velta fyrir sér heilsufar hans af eðlilegum ástæðum og menn skoða að maðurinn er ekki einu sinni orðið 60 og 57 ára gamall. Af hverju velur hann þessi tímamót? Heldur að það sé spurning heilsufarið? Nei, ég held að Davíð Oddsson eins og þið vitið bæði er mjög óvenjulegur maður og hans ferill er mjög óvenjulegur og það er eitt af því sem er óvenjulegt við hann er einmitt þetta að hann skuli hætta á tindinum. Það eru mjög margir sem eru þannig að það verður að draga þá á hárunum út úr ráðherrastólunum en hann hefur eftirlegust hugsað sem svo er ég ekki búinn að gera skyldu mína. Ísland er gerbreytt land. Það verið að birt í dag skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum að Ísland er næst besta land í heimi til að búa eftir Noregi sem er með olíuauðinn. Og hann var að útvega fé í hátæknisjúkrahúsi í gær og þetta er náttúrulega skemmtilegu tími til þess að ljúka og svo er hans flokkur á uppleið. Hann er sjálfur að verða vinsæll eftir að hafa orðið aldrei umdeildur tíma en almennt verið mjög vinsæll stjórnmálamaður. Hann er 57 ára gamall, það eru freistandi verkefni bæði í Seðlabankanum og við að skrifa þannig að þetta er ákvörðun sem er mjög skiljanleg. Í dag hefur maður heyrt að fólki kemur það nokkuð óvart að hann skuli hætta og ákveða að taka sér sæti í Seðlabankanum. Og fundist það kannski hann örlítið setja niður við það? Býtu, heyrðu, ég held nú að hann hefði frekar sett niður við það að gera ekki neitt. Verði einhver prófundukall, sitja þetta einhver stað. Er hann ekki rithöfundur? Býtu, þó hann sé rithöfundur þá getur vel verið að maður sem er búinn að vera borgarstjóri og þannig stjórna stærsta fyrirtæki landsins og síðan forsætisráðherra að fara með yfirstjórn efnahagsmála, hann kannski hafi dálítinn áhuga á því að finna kröftu sínum farveg í einhverju nýju og ég skal segja það. Vegna þess að ég sit nú í bankaráði Seðlabankans að ég held að sé alveg sérlega vel ráðið að fá Davíð Oddsson þar sem aðalbankastjóra. Við höfum haft mjög góðan aðalbankastjóra Birgi Ísleif og ég hlakka bara til að fá Davíð þarna því að auðvitað eins og þið vitið náttúrulega bæði, hann er nú oft komið til ykkar, er hann manna skemmtilegastur. Hann hefur svo sjaldnar komið til okkar heldur nýmis annara. Og svo sem ég alveg hvað ræður því en varðandi þessa ákvörðunas, maður velti fyrir sér að því að þú ert að tala um þetta, hann er svona einhvern veginn að hætta á toppnum, getur hann ímyndað sér hvað, að hann nenni ekki að taka slaginn áfram, að þetta sé orðin einhver leiði á stjórnmálunum, að hann sé búinn að leiða flokkinn og ríkisstjórn með ágætis árangri, þannig að hann hugsi með sér, það er ekkert nema niðurleið eftir þetta? Nei, það held ég alls ekki. Ég held að það sem nú einn kosturinn hjá Davíð, hann getur nú alveg tekið ósigri. En þau eru búin að vera í 13 ár forsætisráðherra og þau eru búin að gerbreyta þjóðfélaginu og þau eru búin að taka hverja orrustuna á fætur annarri. Þá finnst þér kannski einhverjum tímabili að það sé komin tíma á að gera eitthvað annað. Finnst þér það ekki sjálfum? Til mér sem hefur þú ekki áhuga því eftir að þú kannski búin að vera 3, 4, 5 ár hér að fara og flytja því eitthvað annað. Jú, hárrétt. Já, þetta er bara eðlileg mannleg viðhorf og eitt af því sem er svo gott við Davíð er að hann segir bara blátt áfram alltaf frá því hvað honum finnst og þessar skýringar sem hann hefur gefið á þessu, þær eru réttar. Hann er ekkert að leika neitt, það er ekkert að baka við þetta annað en það maðurinn er búinn að vera í 9 ár borgarstjóri, 13 ár forsætisráðherra, ár utanríkisráðherra. Honum finnst líka vafalaust að hann er að rýma til fyrir öðrum mönnum
gefa öðrum tækifæri. Mér finnst þetta allt mjög skiljanlegt og þó er það óvinnulegt að menn þekki sinn vitunartíma á þennan hátt. En ég tek það líka fram. Ég hefði gjarnan viljað að hann væri lengur og ég er nú áreiðanlega ekki einn um það. Menn tala Geir Haarde sem sjálfsagðan eftirmann Davíðs Oddssonar. Það má ekki búast við að formennskan verði honum erfið að taka við af svona afgerandi leiðtoga eins og Davíð hefur verið? Nei, það er ég ekkert endilega viss vegna þess að Geir þetta tekur við mjög góðu búi. Og ég held að það sé dálítið gott fyrir hann að þurfi ekki að í byrjun síns ferils að kljást við þessu ábáslu erfiðleika sem voru hérna 1991-5 þegar ríkissjóður var galtómur, fyrrverandi fjármálaráðherra, það er skiljan eftir galtóman. Fiskistofnarnir voru komnar að hruni vegna þess að fyrrverandi ríkisstjórnir hefði ekki farið eftir ráðleggingu fiskifræðinga og svona, þannig að hann tekur við betra búi. En ég held að það er mjög mikið efni í honum Geir Haarde, hann er mjög frambærilegur maður og ég er sannfærður að hann fær góða kosningu á landsfundi. Áttu von á einhver fara á mót honum? Nei, ég var ekki von á því. Hvað með varaformannsembættið? Nú eru margir nefndir, Þorgerður Katrín, jafnvel Bjarni Benediktsson. Það er ekki búið að tala mikið Björn Bjarnason í þessu öllu saman. Hvaða svona kandidata, með þess að Kristján Þór Júlíusson á Akureyri hefur nefndur, hvaða nöfn sér þú? Ég áttum ekki alveg á þetta er náttúrulega alveg ný kynnt ákvörðun og það eina sem að ég get alveg sagt hreinskilnislega, ég sé ekki beinlínis að neitt annar verði formaður en Geir Haarde. En sem varaformaður? Ég segi það eins og þetta er bara svo nýtt og ég var að hugsa um það á leiðinni hingað, hver ætli verði þingflokksformaður og svona. Ég bara átta mig ekki alveg á því, en öll þessi nöfn sem við nefndir eru alveg ljómandi góð. En hvernig finnst þér, sko, þegar fólk mætir á landsfund og fer að velta því fyrir sig hvernig það ætlar að kjósa sig varaformann, hvernig finnst þér að þetta varaformannsembætti ætti að vera skipað? Hver er heppilegastur við hliðina á Geir? Kyn, út á landsbyggðinni, aldur. Mér finnst einhvern veginn að ég ekki vera að senda einhverjar tilskipanir í allar áttunum það. Fólk verður bara að gera það upp við sig sjálf hvað það á að gera og það fólk sem þið nefndu þarna, það er alveg prýðilegt og ég veit að það er mikið mannúðarna. Það er ekkert vandamál. Rétt í lokin. Hann hefur lent í mörgum átakamálum og svona eitt af mest áberandi málunum hafa verið í tengslum við fjölmiðlamálið og síðan í tengslum við Baugs-feðgana, svokölluðu, þar sem að hafa svona gengið ásakanir á víxl. Heldur að það hafi skaðað hann og svona ef þú horfir yfir þetta bara hvað er raunverulega að gerast þar? Ég bara hef ekki hugmyndu það eina sem ég veit að þær ásakanir sem þessir ágætu menn hafa verið með á hendur Davíð Oddssyni, þær eru alveg fráleitar og það eru bara dómstólarnir í landinu sem skeru úr slík mál. En það sem eftirstendur í mínum hugum Davíð sem stjórnmálafóringi er einmitt það að hann lætur ekki einhverja sérhagsmuni hafa áhrif á sig. Hann hefur almannaheilla leiðarljósi. Það er enginn sem getur keypt Davíð Oddsson. Ástæðan til þess að hann hefur breytt Ísland og gert það svona frjálst er ekki það að hann hefur verið að mála hjá einhverjum kapitalistum. Það er vegna þess að hann telur að kapitalismi sé bestur fyrir fólkið og það er það sem við sjáum auðvitað hér hvað lífskjör almennings hafa batnað stórkostlega. Hannes Ónsteinn Gizurarson, kæra þakki fyrir komuna. Við erum að fá veðrið hér eftir augnablik, hvernig það lítur út á morgun og næsta dag. Kynntu þér námsstyrki námunar, námsmannaþjónusta Landsbankans. Já, Sigurður Þórður Ragnarsson, hann er sestur hér. Hvernig ertu búin að bera saman spanna í gær og veðrið í dag? Hvernig áttu veðrið í dag? Sól. Ég held að bara aðri hlutir í dag veri manni ofar huga en veðrið. Fyrirgefðu Sigurður. Sólin enn og oftast í forgangi og mér finnst alveg aðdáunarvert að Davíð Oddsson skuli hafa hort svona vel á spána hjá mér í gær og ákveðið þetta á þessum fallega degi að taka þessa ákvörðun, þessa djörfu ákvörðun. Þetta verður svona eins og maður segir einn góðan viðdag, tók hann það ákvörðun að hætta? Ég myndi orða það nákvæmlega þannig nákvæmlega en hins vegar gerist eitt sem við áttum von á í gær og það þurfti að skafa í morgun sumstaðar í höfuðborginni. Nú, frostið fór niður í 4 gráður í Borgarfirði í nótt. Þannig að það er komið frost og það var éljagangur við Mývatn í dag og þetta er svolítið svona haustbragur á þessu. Hvernig verður morgundagurinn? Það svipa veður örlítið því að hiti kannski örlítið fer upp á við á morgun og það þykknar upp svona saman hér í höfuðborginni og vestanverðu landinu. Örlítið hæglætisveður. Helgin er svolítið brothætt ennþá hvað gerist. Geir Haarde verður hérna hjá okkur á eftir og við ætlum að ræða við hann. Hugsanlega næsta formann Sjálfstæðisflokksins nýjan utanríkisráðherra og svo koma Ingibjörg Sólrún og Steingrímur J. Sigfússon. Við förum í fréttir hér eftir augnablik. Leikarin